Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 53 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem að ég er að gera í rauninni einmitt núna. En ég er við það að fara í burtu í nokkur tíma, en þið sem eruð að hlusta eruð orðin vön því að heyra í mér einu sinni í viku. Þannig ég ætla að reyna að vera búinn að sinna því að taka upp þennan þátt fyrirfram in advance. En ég segi að ég ætla að tala eitthvað sem að er það sem ég er að gera núna, en það mætti kalla það sem ég er að gera núna að ég sé að vinna mér í haginn. Að vinna sér í haginn mætti heimskulega þýða sem to work in one's benefit. En þetta er í rauninni það að vinna einhverja ákveðnar vinnu fyrirfram, þannig að manni gagnist af því. Það er nú næstum því öll vinna sem maður gerir sem maður gagnast af, annars væri maður ekki að gera þessa vinnu. En það er stundum sem maður gerir ákveðna vinnu, kannski á eitthvað óheppilegum tíma eða á öðrum tíma eða stað, en maður myndi annars gera til þess að maður geti notið þess að vera búinn að því fyrir einhverjum tíma síðan. Þannig að einmitt eins og þessi þáttur, ég er að taka hann upp viljandi á ákveðnum tíma, þó að hann sé kannski óheppilegri heldur en aðrir tímar sem ég gæti haft, en hann er mun betri en sá tími sem að ég mun annars geta tekið upp á áður en þessi þáttur þarf að fara í loftið. En við það þá fór ég að pæla í því hvað er það í rauninni sem maður getur gert og hvaða vinnu maður getur unnið sér í haginn miðað við hvað maður getur ekki. Því það er ekki öll vinna sem er eins. Ef lífið væri svo einfalt þá getum við klárað að lifa lífinu fyrstu 30 árin okkar og svo slakað á restina af ævinu okkar. Í einhverri mynd var ég að lýsa því hvernig eftirlaunakerfi virka, að við getum unnið til einhvers ákveðins aldurs í kringum 70 ára aldurinn og svo slakað á eftir það á eftirlaunum. En þá einmitt til dæmis eftirlaun væri eitthvað sem maður vinnur sér í haginn, maður borgar ákveðin hluta af launum í einhvers konar sjóð sem vex með árunum og áratugunum, þannig að við getum notið þess sem við unnum okkur í haginn og ekki þurft að vinna þegar við erum orðin gömul. Þannig virkar það allavega í flestum norrænum velferðarkerfum og í velferðarsamfélögum víða heim. En ég átta mig á því að það eru ekki öll ríki og öll samfélög sem að stunda þetta einmitt svona. En hvar er erfitt að vinna sér í haginn? Það eru til dæmis þau verk og sú vinna sem þarf eiginlega alltaf að sinna með reglulegu millibili. Eitthvað sem við fáum kannski litla ánægju úr, en við vinnum hana því að það að gera hana ekki
yrði manni til óbóta. Við myndum hafa verra af ef við myndum ekki vinna þessa vinnu. Og hér finnst mér það leiðinlegt að enskan á eiginlega betra orð fyrir þessa hugmynd, því íslenska orðið er heimilisverk. Það er að segja þau verk sem maður vinnur á heimili, að taka til, að þrífa, að vaska upp, að þvo þvott, að ryggsuga og svo framvegis. Þetta eru allt hinn litlu verk sem maður er aldrei búinn með. Maður gerir þau einu sinni og svo er aftur orðin þörf á að gera það einhverjum tíma seinna. Það eru engir áfangar í því, nema það að vera búinn með þetta skiptið þangað til þú þarft að gera það næst. Enska orðið fyrir þetta er chore og það skilgreinist næstum því sem einhvers konar vinna sem að hefur lítið áfangavægi. En það er bara eitthvað sem þarf að gerast. En það að vinna sér í haginn nær einhvers staðar og stundum að spila inn í þessa hluti þar sem að er erfitt að klára einhverja áfanga. Og jafnvel að það sé stundum mikilvægur þáttur í því. Því við erum öll manneskjur en við höfum innan mismunandi samfélaga og mismunandi menninga komist að mismunandi niðurstöðum hvernig við förum að því að gera ákveðna hluti og þá er til dæmis menning eldamennsku nokkuð misjöfn milli heimshluta. Það er til fullt af matarmenningarkimum þar sem lausnin er hreinlega að elda einhvers konar kásu, some sort of stew, fyrir fullt af fólki með því að vera með stóran pott sem að getur tekið við öllu og allt er hæg eldað í langan tíma. Þá snýst verkið eiginlega það að einhver sé að setja rétta hluti í pott á réttum tíma og að halda eldinum við. En það er þá líka suða, it's boiling, og það eru hita takmörk á því. Sjóðandi vatn fer ekki yfir 100 gráður á Celsius. Ef það væri meira en 100 gráður þá yrði það að gufu. Þannig að allt sem er í sjóðandi potti eldast á hita í kringum 100 gráður. Það er ekki öll eldamennska sem að hefur verið þannig. Í Asíu fundu þau leið til þess að ná ofur miklum hita á mjög hitaleiðandi pönnur sem að eru í ákveðnu sniði, þannig að þau taki við eins miklum hita og hægt er og nái að skila þessum hita í matinn eins hratt og hægt er, þannig að það væri hægt að setja saman máltíð fyrir eins og einn vinnumann kannski af 200 eða 2000 á mjög stuttum tíma. Ég er að tala wok-pönnur og þá wok-eldamennsku, ef það mætti kalla það. En þar er ekkert hægt að taka sér sinn tíma að setja eitthvað eitt á pönnuna, byrja svo að skera gulrætur eða brytja eitthvað kjöt niður. Því þegar þú ert komin halva leið í gegnum fyrstu gulrótina, þá er eitthvað farið að brenna endanlega fast við pönnuna. Því hún er ekki á 100 gráðum, hún er einhver staðar, hvaða tölu ætti ég að ljúga að ykkur. Það er eitthvað mun hærra hitastig heldur en 100 gráður á þessari pönnu. Já, hér fann ég það. Til þess að ná ákveðnum brögðum sem koma fram í þessari tækni, so flavors, not tricks, þá þarf pannan að verða
einhvers staðar á milli 260 til 370 gráðu heit á Celsius. That'd be 500 to 700 degrees Fahrenheit. Þá, til þess að geta unnið á þessari pönnu, þá verður þú að vera búinn að vinna ákveðna vinnu fyrirfram. Allt sem þú ætlar að setja á pönnuna verður að vera tilbúið fyrirfram. Eldamennskan sjálf á pönnunni gæti tekið kannski bara 3 til 5 mínútur, eitthvað sem mjög stuttur tími, en þú þarf þá að vera búinn með alla undirbúningsvinnuna fyrirfram. Allt þarf að vera í réttum stærðum, allt þarf að vera rétt niður skorið og helst í íláti, þar sem þú getur hent tilbúnum óelduðum mat beint á pönnuna. Hey, it's me. Sorry, I just want to interrupt a little bit. This is probably coming in at a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show. Þetta finnst víðar en í Asíu. Þau ykkar sem hafa hort á jafn mikið af matarmyndböndum og ég vita að þeir sem að bjuggu til veitingastaðina, þannig að segja þeir sem fundu þá upp, fundu ákveðna leið til þess að ná að vinna sem best og sem hraðast, til þess að ná að elda ofan í marga. Þetta í rauninni það sama og hefur þurft að vera gert í Asíu í einhverjar aldir. Og það var að ná að búa til heraga og ákveðinni stéttaskiptingu og hlutverkadreifingu inni í eldhúsinu. Og þau orð sem við notum til þess að lýsa kokkum í dag og þá hvaða vinnu hver kokkur gerir á ákveðnum veitingastað heitir allt ennþá orðum sem koma frá þessu máli sem bjó þetta til. Þetta franska og Frakkland, en fyrir utan hlutverkadreifinguna þá breyttu þeir því aðeins hvernig matseld undirbúin, því þó veitingastaðurinn væri bara opinn að kvöldi til, þá eru kokkarnir að vinna nær allan daginn til þess að undirbúa fyrir kvöldið og gera þá það sem að kallast mise en place, sem franska fyrir everything in its place. Þá eru þeir kokkarnir búnir að vinna sér í haginn og skera allt rétt niður. Þeir eru búnir að skammta upp mismunandi mat, skera niður grænmeti, reyndar á mjög ákveðin máta, og koma því þannig fyrir að þeir gætu einfaldlega hent hlutum saman á pönnu til þess að þeir taki sér ekki 2 tíma í að búa til kvöldmat fyrir þig, heldur bara korterið sem það tekur að steikja það kjöt sem að þú ætlar að borða. En hvernig getur þú unnið þér í haginn með að læra? Og þá til dæmis að læra íslensku. Því það nokkuð erfitt. Það að þroska og æfa heilan okkar í því að gera rétta vinnu á réttum tíma ekki jafn einfalt og að gera það einu sinni og vera svo búin með það. Lífið væri talsvert einfaldara ef við gætum lesið 2 blaðsíður af einhverjum útskýringum á algebru í 5. bekk og svo bara kunna það að eilífu, vera bara búin með þetta. En því miður virkar heilin okkar ekki þannig.
Heilin okkar verður góður í því að gera þá hluti sem við látum hann gera oft. Þá byrjar þetta að hljóma eins og ég sé að tala þetta sem chore, sem heimilisverk. Eitthvað sem að þú þarft að gera aftur og ekki að finna fyrir áfengum. Það ekki rétt eða satt. Það eru til áfangar sem maður nær innan tungumála og ég hef búið til marga þætti það. En þetta tekur tíma og þetta tekur æfingu. Þannig að þetta eitthvað sem maður þarf að sinna reglulega eins og þetta væru heimilisverk. Í þættinum mínum flashcards, og já, það ennþá ekki komið neitt betra orð fyrir þessi spjöld heldur en það. Þá talaði ég að ástæðan fyrir því að þessi spjaldatækni virkar því að þú getur sinnt henni eftir rannsakaðri formúlu, módeli kannski frekar, það hvernig við munum hluti og þá hversu oft þarftu að rifja upp ákveðin hlut þannig að þú munir hann lengur, hvernig við náum að skrá hlut frá skammtímaminni til langtímaminnis. Þetta eitthvað sem skipti okkur ekki máli áður. Þetta var bara eitthvað sem var sjálfsagt að við lærum það sem skiptir okkur máli og gleymum þá kannski því sem að skiptir okkur ekki máli. En á ákveðnum tíma í heiminum hér bil, þá fórum við að láta margt skipta okkur máli sem að kannski ekki eitthvað sem að skiptir okkur í alvörunni máli, af því það kemur ekki það oft upp í lífinu okkar. En þá ég að tala til dæmis eins og læknisfræði, þar sem að læknar þurfa að læra í mjög mörg ár að næstum því vita allt sem tengist manneskjunni og innan þeirra sérfræði sviða að vita eiginlega allt sem hægt að vita, þannig að þau geti tekið rétta ákvörðun og gert réttan hlut á réttum tíma, þannig að allt fari vel. Og þá þurftum við að fara að komast að því hvernig getum við látið okkur muna hluti sem að við ákveðum að skipta okkur máli, þó við höfum aldrei séð þennan sjaldgæfa sjúkdóm sem hefur aðeins greinst í þessu ríki 5 sinnum í sögunni. Þannig að þar erfitt að segja að þú getur unnið þér í haginn, því þú þarft að sinna þessu reglulega til þess að ná að muna þá hluti og læra þá hluti sem upplýsingar sem þú ætlar þér að kunna. Það þó eitt sem hægt að gera. Það hægt að vinna sér í haginn með ákveðna hluti og það að ná að búa sér til einhvers konar kerfi eða einhvers konar arkitektúr fyrir það hvernig þú ætlar að flokka þær upplýsingar sem þú ert að læra. Og þá mikilvægt að vera með rétt flokkunarkerfi. Og það eitthvað sem þú getur leiðrétt eða jafnvel unnið þér í haginn með varðandi þá vinnu sem kemur. Að þú þarft að sinna þessum hlut, að læra ný orð, að muna hver þessi nýju orð eru, hvernig þú notar þau og svo framvegis. En þú getur sett upp rétt kerfi fyrir það, þannig að þú getur sett nýtt orð á réttan stað og þannig lært að nota til dæmis orðið á réttan máta fyrr. Heldur en ef þú ætlaðir bara að læra það stakt og læra það erfiðu leiðina. Hérna það sem að málfræði vinna kemur inn. Það að læra málfræði beint. Í síðasta þætti talaði ég falin orð og þurftu að fara inn á mjög mikla málfræði til þess að ná að útskýra af hverju
sumir hlutir haga sér á ákveðin máta. Það eitthvað sem sameiginlegt á milli mála, það sem ég var að tala subject, verb, object, tengingar, og út frá því að nefna að á íslensku þá gerist eitthvað ákveðið eftir sagnorð, sem kannski ekki það sama og gerist á ensku. En með því að vita af svoleiðis hlutum fyrirfram áður en þú byrjar að læra meira, þá nærðu að setja upp rétt flokkunarkerfi fyrir þessar nýju upplýsingar. Þú fær nýtt samhengi til að vinna út frá. Og stundum dugar að hreinlega vita þennan hlut einu sinni til þess að láta hluti ganga upp fyrir þig. Fyrir þá nemendur mína sem að koma til mín sem að hafa lært önnur tungumál og lært hvernig mismunandi tungumál virka, stundum get ég í alvörunni sagt við þau að þessi góðu hlutur sem þú lærði í þessu tungumáli, þar lærðirðu að þú þarft að bæta þessu við og þessu við og þessu við og næstu típ setja upp sem svona ákveðna on-off takka. Og þá bara, ok, þegar þú skiptir á íslensku, þá setur þú off á þennan takka og kannski on á þessum. Og þá það næstum því það sama. Sem dæmi þá ég með nemanda sem hefur lært finnsku og þar fullt af skrýtnum hljóðum sem eru mjög svipuð íslensku. En þá gat ég sagt, ok, slökktu á hoppinu sem þú gerir í framburðinu þínum, þar sem að tónhæðin sem þú talar á miklu reiki. Hún ekki á jafn miklu reiki á íslensku eins og á finnsku, þannig að slökktu á þessu, en kveiktu á háhljóðunum. Öll þessi háhljóð sem þú setur á undan tvöföldum samhljóðum. Eins og að segja ekki, en ekki eggi, eins og þú myndir gera á finnsku. Og með þessari þekkingu þá nær nemandinn að vinna sér í haginn og vita að í hvert skipti sem hann rekst á þetta framburðaratriði að þá sé það svona en ekki hinsegin. Af því að núna kann hann að flokka þessi hljóð rétt. Annað nýlegt dæmi frá nemanda mínum að kunna á veik og sterk sagnorð og vita að veik sagnorð haga sér á ákveðin máta miðað við sterku. Í einföldustu myndinni má segja að veik sagnorð fari á hinn einfaldasta máta og hinn algengasta máta, eins og einhver sem að þorir ekki að vera einstakur og fylgir bara því sem allir hinir gera. Á meðan sterku sagnorðin gera það sem þau vilja, þau fara sína leið sama hvað allir hinir gera. En dýpri myndin að segja það eru 3 leiðir sem veik sagnorð myndast í þátíð. Það annarkvort að vera þetta, þetta eða þetta. Og það bara það. Öll veiku sagnorðin sem þú lærir munu flokkast eftir þessum 3 leiðum. Þannig þú getur lært það núna og svo vitað þegar þú sérð sagnorð sem þú veist að veikt sagnorð, þá það bara að fara að geta litið út á þessa 3 mismunandi máta þegar þú ætlar að segja það í þátíð og engin annar möguleiki. Það bara þessir 3, ekki þessir 1000 sem það gæti verið. Þetta dæmi vinnu sem þú getur gert fyrirfram, sem þú getur náð að vinna þér í haginn. Að setja seinna komandi lærdóm þinn í rétt samhengi fyrirfram. En nú ég að byrja að vera seinn í það sem ég ætlaði að fara í eftir þetta. Þannig ég ætla ekki að hafa þennan þátt lengri. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta. Og þangað til næst. Takk og bless.
Hello again, it's me. Now, in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.